Það stendur mikið til í menningarhúsinu Hofi þessa dagana en þar til að mynda verið að taka upp tónlist fyrir teiknimynd sem framleidd í Dubai, hvorki meira né minna. Karl Eskil Pálsson leit við í Hofi. Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson, tónlistarstjóri Menningarfélags Akureyrar. Það nú svona í ýmis horn að líta hjá þér þessa dagana. Já, heldur betur. Það mikið symfóníska tónlist hér í Hofi þessa dagana. Við erum náttúrulega með koluppselda tónleika hérna með Dimmu og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og svo heldur áfram þetta ævintýri okkar með kvikmyndatónlistarupptökur í Hofi. Og nú erum við í nýrri tilraun. Við erum að prófa að taka upp í Hömrum sem minnisalurinn í Hofi. Þar sem við erum að prófa að taka upp svona slagverk, þessu stóru trumburnar sem eru alltaf í kvikmyndunum og allt það. Og við erum búin að vera að taka kóra, við erum alltaf á Norðurlandið, það mikið af kórum, þannig að það var ekki erfitt að smala í það. Og nú erum við að fara í strengjasveit hérna og halda áfram með þessa tilraun okkar. Það sem sagt komin hér nýtt verkefni inn hjá okkur eftir stóra blockbusterinn okkar The Perfect Guy sem við tókum upp hérna í apríl. Hvernig stendur á því að það verið að taka upp kvikmyndatónlist norður á Íslandi? Vegna þess að einhver afar klár arkitekt greinilega hafði hugmynd það að tónleikahús gæti verið mjög gott hljóðver í leiðinni. Þannig að hann hannaði þetta allt saman þannig að þegar ég kom hér til starfa fyrir Menningarfélagið þá sá ég að hér væri hugsanlega hægt að búa til eitt fullkomnasta stúdíó í Evrópu. Atli Örvarsson, tónskáld, þú þekkir tónlistan sem hér verið að taka upp? Jú, þetta nú svona, þetta voðalega mikið af tónlist, þetta er teiknimynd sem við erum að vinna við. Og þá var alltaf eiginlega bara tónlist bara í gegnum alla myndina og ég komast að sumt kannski samdi í júní og það svona rifjast upp sko, þannig að ég kannast við mest af þessu. En þú semur þessa tónlist? Já, þetta er mikið af músík sem við erum búin að vera að taka upp og við ákveðum að taka upp hluta af hljóðfærunum og kórinn og slagverkið eins og Þorvaldur nefndi og hluta af strengjunum hér. Og svo verður restin tekin upp í London. En þegar þú færð nú pöntun á tónlist við til dæmis eins og svona teiknimynd, hvernig ferlið? Hvað þarftu fyrst að sjá og hvaða grunn þarftu að hafa? Já, það getur verið allavega sko. Allt frá því að sjá bara handritið í byrjun og lesa það og svo teiknimyndir eru reyndar svolítið svona uník af því að þú veist eðli málsins samkvæmt þá byrjar þetta bara sem einhvers konar sketch og svo verið að svona smátt og smátt að klára teikningarnar, animation hlutan. Þannig oft á tíðum maður að semja tónlist við einhverja senur þar sem eru bara einhver svona svarthvítir spýtukallar og sem getur verið mjög svona tricky að því að maður reyna að gæða það einhverju tilfinningu og hugljómun en kannski ekki endilega mikið af inspirasjón sem maður er að horfa á. En þetta er heilmikið mál? Þetta er mjög mikið mál og í rauninni eðli málsins samkvæmt aftur þá eru teiknimyndir bara þetta er bara hugmynd sem er búin til úr engu þannig og það er engin leikar, það er engin hljóð á settinu, það er engin fuglar í bakgrunnum eða neitt svoleiðis. Þannig að það er bara ekki, þú byrjar með ekki neitt Engir afrískir fílar að koma niður brekkuna eða neitt svoleiðis. Nei, ekki þessari teiknimynd. En þú veist hvað ég meina, þetta bara verður eitthvað til úr engu sko. Já. Hversu margir koma að þessu, innlendir og erlendir? Hérna hjá okkur núna fyrir norðan, þá við erum þetta eru ykkur 17-20 manns sem að koma að þessu fyrir utan tæknifólk og svo náttúrulega bara aðstofufólkið í Hofi. Ég talaði við hljómsveitarfólk hérna í dag og það lofar mjög Hof. Já, það er ekkert skrítið. Hér er afskaplega góður hljómburður og það sem er spennandi fyrir okkur sem erum í þessu svona
kvikmynda tónlistar upptöku pælingum að myndirnar eru svo ólíkar, stemningarnar eru svo ótrúlega ólíkar. Til dæmis Atli nýbúinn að gera íslenska mynd, tónlist við íslenska mynd sem Hrútar. Það verður vist ekki mikið meira ólíkt heldur en mynd gerð í Dubai sem teiknimynd eða Hollywood mynd sem sniðin að African American audience. Þannig að þar til dæmis má alls ekki vera bergmál. Þá eru að finna stað sem allt dempað og eitthvað svoleiðis og það getur þú fundið hér. Og svo þegar þú ert að taka upp symfóníuhljómsveit, þá viltu hafa mikið nóm, þá viltu fara í svona sal eða jafnvel hérna í gilið á milli sem að þið geti kannski sýnt á eftir sem risastórt. Og húsið hannað þannig að það alveg sama hvað þið dettur í huga að taka upp. Þar stopparu og gerir það. Atli, þú ert nú búinn að koma inn í nokkur stúdíóin væntanlega víða veröld. Hvað segirðu Hof? Mér finnst bara æðislegt að vera hérna. Eins og við svo sem talaðum áður í viðtölum þá bara þegar var verið að byggja húsið þá einhvern veginn fékk ég þessa flug í hausinn að einhvern daginn yrði gaman að gera þetta en mér óraði ekki fyrir því að bæði var hugsun fyrir þessu, það að segja tengja húsið þannig með ljósleiðurum öðrum að þetta væri bara hægt og svo hljómburður bara fram að björtustu vonum bæði í Hömrum og Hamraborg þannig að það eru tveir bara frábærir upptökusalir Og það skemmtilega við það að þetta svo ólíkt þannig að við getum búið til svo marga liti hérna. Svona, dagurinn, hvernig hann? Við byrjuðum að vinna bara klukkan 8? Já, við skulum segja sem svo. Ég hélt að ég væri voðalega busy maður og væri afskaplega vinnusamur, svo hitti ég alla. Nú ég bara letidýr. Þetta eru rosalegar tarnir sem að svona upptökur eru af því að þetta eru 3 til 4 tíma sessjónir í hvert sinn og þetta dýrt og það þarf að komast yfir mikið efni og þetta verður alltaf að vera fullkomið. Þannig að þetta ekkert svona einhver ganga yfir einhvern rósaðakur. Nei, ég meina í gær tókum við frá 9 til 10:30 þetta með matarhlíðum einhverstaðar inn á milli en þar áður reyndar hefði ég vaknað klukkan 6 morgun til að semja meira fyrir myndina þannig að það ennþá verið að semja. Já, þetta var frekar langur dagur en þetta er það sem þarf að gera, þetta er bara rosa mikil vinna. En svona þeir útlendingar sem að koma hérna, þeir eru búin að fara með þá og sýna þeim bautan og listigilið ekki? Jú, það nú líka partur af því sem er spennandi við þetta hljóðver hérna, að þegar að þú eru svangur í Hofi, þá náttúrulega veitingahús hérna, en ef þú ætlar að finna þér eitthvað annað, eitthvað aðra þjónustu, þá þetta allt saman, þetta bara 1,5–2 mínútur í burtu, þannig að það mjög gott fyrir kúnna sem að koma og að vinna að svona upptökum kannski í viku eða eitthvað svoleiðis að hafa þetta þannig, það er afskaplega þægilegt. Atli, hvenær kemur svo með næsta verkefni? Bara sem fyrst, það svo sem ómögulegt að segja á þessu tíma málsins en þetta annað verkefni sem við gerum núna á 4–5 mánuðum og reynslan búin að vera það góð, ég meina kannski vorum við að heppin að Perfect Guy var í fyrsta sæti í Bandaríkjunum og vonandi gengur þessi mynd jafnvel en á meðan fólk heldur áfram að ráða mig í vinnu og ég fæ að velja hvað ég má taka upp þá ætla ég að reyna að halda áfram að koma hingað. Og nú einmitt komið að þeim tímapunkti að nú erum við búin að vera með verkefni bæði í tónleikum eins og með Steve Hackett, Genesis gítarleikaranum með hljómsveitinni og þessar myndir með Atla og Greta Salome tók hérna upp fyrir Disney og fleira. Að nú erum við með efnis til þess að raunverulega kynna okkur með. Þannig að nú hefjast veiðarnar. Nú hefjast veiðarnar, en við ætlum ekki að trufla ykkur mikið lengur. Þakka ykkur fyrir og gangi ykkur vel. Kæra þakk. Takk hérlega.